Hverju heldur þú að það breytti fyrir okkur í þessu samfélagi ef tækifærum og auði væri jafnara skipt? Við erum öll saman í þessari baráttu og það er bara einhver 17. aldar hugsunarhættur að vera með einhverja lénsherra og einhverja yfirstjætt. Það er bara á að heyra sögum til. Það að vera að kynna niðurskurð gagnvart öryrkjum, eldri borgurum. Og sama fréttatíma þá að vera að kynna starfslokasamning við forstjóra fjármálaeftirlitsins. Það var eitthvað í mér sem bara brast. Ég bara stóð upp, bara nei. Ég get ekki horft á þetta. Ég verð að gera eitthvað. Það er ekki fúlt að standa út í nefjunni og bíða til strætó meðan að forstjórinn fer á þyrlu. Hann er bara að taka strætó líka. Ég á erfitt með að skilja þá sem sjá ekki að þeir sem hafa mest á milli handana leggi meira að mörkum. Og það skiptir velferðin máli. Að búa við þær aðstæður að geta liðið vel vegna þess að barnið gengur í skóla með starfsfólki sem maður treystir, það er læknishjálp að fá ef eitthvað kemur upp á, það er löggæsla á götunum. Og þetta er það sem við verðum að leggja áherslu á að byggja upp. Og til þess að byggja upp sanngjarnt samfélag þurfum við öll að taka þátt og standa upp gegn því að fáum leyfist að taka mest.